Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Valli, það stendur mikið til tvíhöfði í höllin á morgun. Fyrst ætlum við að kynna upp þetta með risaleik í körfunni, Þór og Stjarnan, og svo kemur handboltinn með Coca-Cola-bikarnum. Íslandsmeistararnir að mæta Þór þar. Þannig að þetta verður mikill gleðidagur á morgun. Já, það eru Íslandsmeistarar í handbolta og bikarmeistarar í körfubolta sem eru að koma og spila hérna á morgun. Þetta verður mjög gaman. Hvernig er stemmingin á hópnum? Ef við bökkum aðeins og kíkjum á síðasta leik hérna heima í höllinni, það var gríðarlega góður leikur hjá okkur þrátt fyrir tap á móti Keflavík. Þar við létum að hafa fyrir hlutunum. Já, það var góður leikur og rauninni að þó okkur hafi vantað kannski Mantas og Terrans í þann leik, þá spiluðu bara nokkuð vel og bara svona áttum ágætis möguleika á að vinna í Keflavík. Það hefur bara verið svona aðeins niður í loka leiklutunum og ég held að hann bara lofi góðu fyrir þennan heimaleik á móti Stjörnunni. Hvernig leik megum við búast við? Mantasen náttúrulega kominn inn og var kominn í síðasta leik og þetta stórt spurningamerki ennþá með Mótli. Þetta er engin brandari, þetta orðið bara neikvæða brandari. Já, þetta náttúrulega orðin svona hálfgerður farsi bara. En við bara vonum að við náum honum inn fyrir leikinn á morgun og það verður bara gaman þá fyrir áhorfendur að fá loksins að sjá hann. Ég veit að margir eru spenntir að fá að sjá hann spila og leikurinn verður örugglega bara mjög skemmtilegur sko. Stjarnan spilar frekar svona hraðan bolta. Þeir eru með tvo svona eldsnögga bakverði, Ægi og Tómsik. Og ég held að verður rosalega gaman fyrir fólk að koma og horfa á Hansel og Ægir kljást á morgun. Og það að þú nefnir það allar orðin óþreyjufullar við eftir að sjá Terransi spila. Hann líka án efa orðin óþreyjufullar að komast á parkettið. Já, hann náttúrulega mjög hungraður í að fá að spila. Hann spilaði síðast einhvern tímann í alvöru körfuboltaleik einhvern tímann í ágúst og hann er náttúrulega búinn að vera hjá okkur núna, þetta er 2,5 vika eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hann er allan farin að þekkja hvernig við spilum. Þetta verður allt hefðbundið hérna á morgun. Við ætlum að reynda að byrja við 6:30 en það náttúrulega verður grillað og læti fyrir leik og þú hittir einhverja áhorfendur og svona spjallar leikinn eða hvað? Já, bara ég verð hérna uppi ef ykkur vill koma og spjalla, sjálfsögðu, og svo verðum við með borgarar frá Kaffi Kú eins og vanlega. Og það náttúrulega þessi grillkongar og drottningar, þeir klikka ekki þarna. Nei, í rauninni ekki og var bara svaka góð stemning á síðasta heimaleik og við erum búin að fá alveg bara rosalega góðan stuðning þrátt fyrir brösótt á byrjun á tímabilinu. Þá hafa áhorfendur stutt vel bakið okkur og bara vonandi verður það áfram á morgun. Það gríðarlega mikils fyrir því að hafa stuðningsmenn eins og og sem ekkert að láta þetta misjafna gengi pirra svo mikið, koma bara að njóta körfuboltans. Þetta dettur með okkur fyrir en sinna. Já, það gerir það og það náttúrulega sérstaklega mikilvægt fyrir svona unga stráka að finna að þeir séu með stuðning við bakið á sér. Bæði þá þeir eru að spila betur og sérstaklega þetta gott fyrir sjálfstraustið í þeim. Við körfuboltamenn Þórsarar, við náttúrulega hvetjum svo áhorfendur til þess að fara ekkert langt þegar leik lokið, heldur halda áfram að njóta íþróttar í höllinu og horfa á Coca-Cola-bikarinn, Þór og Selfoss. Já, það að gera, gera þetta bara einu góðu Þórskvöldi. Með öllu tilheyrandi. Já, með hamborgara og látum. Og þetta verða tvöföld gleði, tvíhöfði og tvöföld gleði. Já, ef ekki segja það bara, tvíhöfði og 2 sigrar. Ok, vel. Takk.